Eftir þetta kvaddi drottinn til aðra 72 að tölu og sendi þá á undan sér 2 og 2 í hverja þá borg og stað sem hann ætlaði sjálfur að koma til. Og hann sagði við þá: Uppskeran mikil, en verkamenn fáir. Biðjið því drottinn uppskerunar að senda verkamenn til uppskeru sinnar. Farið, ég sendi yður eins og lömb meðal úlfa. Hafið ekki pingju, ekki mal eða skó og heilsið engum á leiðinni. Hvar sem þér komið í hús, þá segið fyrst: friður sé með húsi þessu. Og sé þar nokkurt friðarins barn, mun friður yðar hvíla yfir því, ella hverfa aftur til yðar. Verið kyrrt í sama húsi, neytið þess sem þar framborið í mat og drykk. Verður verkamaðurinn launa sinna. Eigi skulu þér flytjast hús úr húsi, og hvar sem þér komið í borg og tekið við yður, þá neytið þess sem sett fyrir yður. Læknið þá sem þar eru sjúkir og segið þeim: Guðs ríki komið í nánd við yður. En hvar sem þér komið í borg og eigi við yður tekið, þá farið út á strætin og segið: Jafnvel það dust sem loðir við fætur vora úr borgiðar, þurrkum vér af oss og þér getið hirta. Vitið samt þetta, að Guðs ríki komið í nánd. Ég segi yður, bærilegra mun Sódómu á þeim degi en þeirri borg. Vei þér Korasín, vei þér Betsaída. Ef gerst hefðu í Tírus og Sídon kraftaverkin sem gerðust í ykkur, hefðu þær löngu iðrast og setið í sekk og ösku. En Tírus og Sídon mun bærilegra í dóminum en ykkur. Og þú, Kapernaum, verður þú hafin til himins? Nei, til heljar mun þér steypt verða. Sá sem á yður hlýðir á mig, og sá sem hafnar yður, hafnar mér. En sá sem hafnar mér, hafnar þeim sendi mig. Nú komu þeir 72 aftur með fögnuði og sögðu: Drottinn, jafnvel illir andar hlýða okkur þegar við tölum í þínu nafni. En Jesús mælti við þá: Ég sá Satan hrapa af himni sem eldingu. Ég hef gefið yður vald að stíga á höggorma og sporðdreka og yfir öllu óvinarins veldi. Alls ekkert mun gera yður mein. Gleðjið samt ekki af því að illu andarnir hlýða yður. Gleðjist öllu heldur af hinu, að nöfn yðar skráð í himnunum. Á sömu stundu fylltist Jesús af fagnandi gleði heilags anda og sagði: Ég vegsama þig, Faðir, drottinn himins og jarðar, að þú hefur hulið þetta spekingum og hyggindamönnum, en opinbera það smælingum. Já, Faðir, svo var þér þóknanlegt. Allt hefur Faðir minn falið mér, og enginn veit hver sonurinn nema Faðirinn, né hver Faðirinn nema sonurinn, og sá sem sonurinn vill opinbera hann. Og Jesús sneri sér að lærisveinum sínum og sagði einslega við þá: Sæl eru þau augu sem sjá það sem þér sjáið. Því að ég segi yður, margir spámenn og konungar vildu sjá það sem þér sjáið, en sáu það ekki, og heyra það sem þér heyrið, en heyrðu það ekki. Lögvitringurinn okkur stéð fram, vildi freista Jesú og mælti: Meistari, hvað á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf? Jesús sagði við hann: Hvað ritað í lögmálinu?
hvernig lest þú? Hann svaraði, elska skalt þú Drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum mætti þínum og öllum huga þínum og náunga þinn eins og sjálfan þig. Jesús sagði við hann, þú svaraði rétt, gerð þú þetta og þú munt lifa. En lögvitringurinn vildi réttlæta sjálfan sig og sagði við Jesú, hver er þá náungi minn? Því svaraði Jesús svo, maður nokkur fór frá Jerúsalem ofan til Jeríkó og féll í hendur ræningjum. Þeir flettu hann klæðum og börðu hann, hurfu brott síðan og létu hann eftir dauðvona. Svo vildi til að prestur nokkur fór ofan sama veg og sá manninn en sveigði framhjá. Eins kom og Levíti þar að, sá hann og sveigði framhjá. En samverji nokkur var á ferð, kom að honum og hann sá hann, kenndi hann í brjósti hann. Gekk til hans, batt sár hans og hellti í þau viðsmjöri og víni. Og hann setti hann á sinn eigin eik, flutti hann til gistihús og lét sér hann. Daginn eftir tók hann upp 2 denara, fékk gjastgjafanum og mælti, lát þér hann og það sem þú kostar meira til skal ég borga þér þegar ég kem aftur. Hver þessara 3 sýnist þér hafa reynst náungi þeim manni sem féll í hendur ræningjum? Hann mælti, sá sem miskunnaverkið gerði á honum. Jesús sagði þá við hann, far þú og ger hið sama. Á ferð þeirra kom Jesús í þorp nokkurt og kona að nafni Marta bauð honum heim. Hún átti systur María hét og settist hún við fætur Drottins og hlýddi á orð hans. En Marta lagði allan hug á að veita sem mesta þjónustu og hún gekk til hans og mælti, Drottinn, heyrðir þú eigi það að systir mín lætur mig eina að þjóna gestum? Seg þú henni að hjálpa mér. En Drottinn svaraði henni, Marta, Marta, þú ert áhyggjufull og mæðist í mörgu, en eitt nauðsynlegt. María valdi góða hlutskiptið, það verður ekki frá henni tekið.